Heyrðu, stelpur, segðu mér, finnst ykkur strákar ekki nógu meðvitaðir að konur þurfi líka að fá fullnægingu í kynlífi? Ég hef bara ekki nægilega mikla reynslu til að tala það. Jú, ég held að það sé alveg til karlmenn sem að fatta það ekki að það þarf að sinna konuna hans betur, sko. Já. Þeir bara, hvað þeir að pæla, þú veist? Þeir bara að hugsa sjálfan sig? Já, flest allir slíkir menn að hugsa sjálfan sig. Ég meina, það ekki alltaf þannig að þú veist, það bara þannig með konuna, það fer eftir hvað hún í tíðarhringnum, hversu auðvelt fyrir hann að fá það, til dæmis. Það fer eftir því hvernig skapun hvernig dagurinn var. Þetta nefnilega það sem svo ólíkt milli karl og konu, að karlmenn þurfa bara að kíkja í hagkúrsbæklinginn og hann kominn og það tekur hann 3 mínútur að redda því. En til dæmis að fyrir konu að fá það í munnmögum, það tekur konu 20 mínútur að fá það í munnmög. Svona allir jöfnir. Það langur tími. Og þetta eiga karlmenn að vita. Og líka að við erum með snýp. Og það þarf að sinna honum. Þú ert opinn með þetta fyrir netið sig. Já. En það líka þetta með nándina, þegar þú ert að tala fullnægingu. Nándin skiptir máli og skilningurinn á milli beggja aðila og þið séu samtaka í því að upplifa Gullfoss og Geysi saman. Það vorum við ekki að tala um almannagjá á hann. Hvernig þú með one night stand? Er það eitthvað spennandi, þú veist? Nei, stelpur, ekkert svoleiðis, ekki nærbúksvonum, bara ekki fara að sofa hjá fyrsta deiti. Ertu viss? Ég viss. Ég myndi ekki gera það. Ég að segja þér það. Nei, ég myndi aldrei fara. Stundum, Elli, ef maður einhleipur, og þá á maður bara, sko, og nú ég ekkert að segja hér og predika á allir að, þú veist, en ég meina að skapast það andrúmsloft í einhverju partí eða, þú veist, úti eða eitthvað, að fylgja þessari spennu tilfinningu eftir. Hvað að því eitt skipta? Enginn að segja að þú þurfur að geta allar helgar en svona. Ég er hrifin af því að konur séu á bremsunni. Og fyrir við... Þú kalla mig kannski drusl? Nei, ég ekki að dæma neitt. En ég bara ekki á því að vera klæða sig úr og hleypa ykkur inn í sig. Nei, ég bara alls ekki á því að konur eiga. Og kallar ekki heldur. Ég tebra, ég veit það. Mér finnst þetta bara ekki... Ég meina, kannski þetta bara falleg húsin. En mér finnst þetta spennandi. Ég meina, ef þú ert á lausu, ég meina, þú veist, þetta hleypir smá spennu í lífið. Og ég meina, stundum kynlíf bara kynlíf. Stundum. Sérstaklega í svona one night stand. Ég ekki hrifin af því. Þá bara best að fara í... Ég meina, þegar þú ert á lausu, þú veist, kom aldrei þessi tilfinning eins og hjá karlmennum. Þeir fara út að djamma og bara, já, nú ætla ég að ná mér einu nótt, nú bara verði ég að fá brotin. Ég var bara á bremsunni, ég þorði ekki. Eins mikið og ég bloggaði í gamla dag og var alveg bara með klámkjaftin. Ég bara... Þetta kemur óvart. Ég veit það, Sigga, það trúðu mér. Ég bara þorði ekki. Og maður fór í sleik og svona, þið vitið, þú veist, kissast og þetta. Og svona kannski, fara kannski úr ofan í mestaleg. Já, það bara svona en stelpur, skoðanir mér sem ekki út buxunum. Bara ekki.